Hæ og velkomin í 9. þátt af Prjónlegu spjalli. Ég heiti Magnea og ég er stundum með svona þætti hérna á YouTube og það er alveg næstu 2 mánuðir síðan tók upp síðast, þannig ég hef margt að segja ykkur og ég ætla svona aðeins að segja ykkur hvað ég er búin að prjóna, hvað ég er að prjóna, hvað er planið, hvort ég hef keypt eitthvað og svo bara svona alls konar. Þetta er bara eins hrátt og það verður. Nýti hérna fína monsterlöfu til að setja inn myndir á því sem ég er búin að klára því að það er svona loksins einhvern veginn á þessu ári fór ég að klára hluti og ég sit á gólfinu þannig ég er smá yði. Velkomin. Ég ætla að fara bara í gegnum, þú veist, ég var með þátt síðast í byrjun mars, það var svona eiginlega milli skemmtikvöldsranda og Garnivals og helgarinnar okkar Lilju. Ég og Lilja héldum prjónahelgi sem hét Prjónahelgin Guðrún, svört eins og sálin og það var dásamlegt. Við vorum á Laugum í Sælingsdal, Dalahótel og allt upp á 10, sundlaug, brjálaveður, bara kósí. Þetta var svolítið kósí gallinn og góð matur og góð svefn og geggjur samvera. Og það var alveg, já, þetta var vel heppnað og gerum þetta aftur að ári. Meir það seinna. En á Guðrúnu voru svo heppin að Inga Matt kom með uppfitt garnið sitt frá Akureyri og rendur frá Sauðárkróki komu og voru með svona pop-up búðir og það var ekkert smá skemmtilegt. Ég veistlega eitthvað smá rendur, ég keypti þetta hérna handlitaðagat frá RA handlitun, þetta er svolítið svona, þetta er skát sem er algjörst uppáhald með svona regnboga speklum og sagði þetta verði eitthvað fyrir systur dóttur mína, kannski fyrir afmælið hennar september, veit ekki. Og svo keypti ég garn hjá Ingu í uppfitt og byrjaði, keypti í sjál, þannig ég ætla að sýna ykkur það. Ég keypti hérna Alpaca Silk Lace. Ég hef aldrei prjónað á svona garni. Þetta er æðislegt. Og þetta er grunnurinn Baby Silk Lace, 100 gram, 600 metrar, 30% silki, 70% baby alpaka. Þetta er liturinn Valhöll, svona ljós rústrauður, alls þetta segja það. Hann er alveg rauður, sko. Svo er hérna svona alveg óbúslega fallega beige litur sem heitir moldarflag, líka í Baby Silk Lace. Og svo þessi blái, ég er eitthvað bláu, það er eitthvað blátt ár hjá mér. Og þessi litur heitir Augnayndi. Sko ég er reyndar með grænu augu en mér er blátt, mjög fallegt. Og þannig að ég er svo líka með einn þráð af Merinónu frá henni, Titanium Sock. Og þetta heitir bara númer 16. Ég held að það sé svona hérna Lucky Dip eða svona random litur hjá henni. Þetta er svona ljós en hann er með svona skemmtilega litum. Og úr þessu er ég að prjóna sjal fyrir prjónagleðina út af því að ég náttúrulega í miðri umferð. Það er Stephen West sjala samprjón fyrir prjónagleðina. Ég er að gera Exploration Station. Það er voru létt út að þetta Baby Silk Lace er svo létt. Og með hérna tvílita brjós, það er svo skemmtilegt að prjóna það. Flaug áfram og núna hérna á Sassy Slips, minni með það heiti. Það er þessi kafli, svo kemur Nothing But Knit sem er alveg langur kafli og svo kemur rosalega fallega svona chevron kantur og hann verður í svona bláa lit. Held að það verður flott. Prjóna gleðinni. Svo þetta er sumarlegt sjal líka. Þannig að gaman að prjóna sjal, ég er búin að prjóna Exploration Station oft, eða kannski er þetta bara í 3. sinn, en ég hef náttúrulega prjóna gríðarlega mikið af sjölum eftir Stephen West í tíðina, bæði bara því mér langaði að gera það. Mamma og rosalega mörg sem ég hef prjónað og notaði mjög mikið, ég notaði mjög mikið, hef gefið gríðarlega magn. Svo var ég að sýnishorna prjóna og pröfuprjóna fyrir hann, þannig ég hef bara mjög vön uppskriftunum hans og ég mæli með. Sendið á mig, kom þetta hugmynd auðvelda sjali, uppáhalds til dæmis þetta hérna, Pearl Break,
Það er eitthvað sem lausprjónarafélagið mitt er búið að prjóna sem ferðaprjón síðustu árin, æðislega einfalt sjal, óbúslega fallegt, það er bara 2 liti, getur nota fleiri, getur nota færri. Það er æðislegt. Svo líka eitt sem heitir Smooth Move, það er líka svona garðaprjón sjal. Fantastics, ég prjóna það er geggjað líka. Bara alls konar. Hann er náttúrulega búin að gefa út alveg gríðalegt magn og alls konar, stór lítil, bara mæl með. Og ef þið eitthvað pælingar varðandi sjalaprjón fyrir prjónagleðina hjá Steven, sendi á mig. Ég er alveg til að hjálpa. Við erum semst allar, við erum vinkonurnar að fara á prjónagleðina, bara tala um það núna, svolítið random, en ég er að fara að kenna námskeið, 2 námskeið, set það líka fiskikossahællinn og eftir á ísetturhæll. Það er þá alveg 2 ólíkir hælar og svona ólík uppbygging. Þetta er námskeið fyrir alla, ég er búin að kenna þó nokkur um það og hefur alltaf verið gaman, fólk á alls konar getur stegum, og það komst allir í gegnum þetta. Og uppskriftin mín af fiskikossahæll sokkum, prjónuðu sokkunum fylgir með þeirri, en það er engin uppskrift af eftir á ísettum hæl, meira svona tækni sem við kennum. Þannig að ég vona að þið kíkja á námskeið mér á prjónagleðinni. Við erum að prjóna sjöl saman og lærum að prjóna sokka kannski saman. Það er uppselt á námskeiðinu hjá Steven, ég trúi því, hann er náttúrulega mjög skemmtilegur. Ég hef kynnst honum í gegnum Lindu vinkonu mína sem er búin að vera samstarfskonan hans lengi. Þannig að ég mæli með að hitta Steven. En fyrir prjónagleðina líka erum við er í ég er svolítið mörgum prjónahópum, en ég er í litlum prjónahóp sem er mjög duglegur að hittast og við eiginlega urðum til á prjónagleðinni fyrra. Svona settar saman af vinkonu og við erum 4 og við erum allar að prjóna okkur svolítið fínir í og ég ætla ekki að sýna ykkur að það er ekki útskýri sig. En ég er semst að vinna með svona grænbleikt fjólblátt þema í því fyrir prjónagleðina. Þannig að það skýrist allt þegar það dregur, en ég er eitthvað svona afganga alls konar, eitthvað svona palettur hreinsir í gangi í garninu mínu og bleikt og grænt. Held að ég noti þetta, ég veit ekki, kemur í ljós. Það var mjög gaman að vera að vinna þetta með stelpunum. Áttum prjónagöldi 4 daga sem við sátum bara með alls konar garn kringum okkur og vorum að pæla mikið. Þannig að það verkefni, þetta eru svona 2 verkefni sem eru í gangi fyrir prjónagleðina. Svona, svo ég held áfram að vaða úr einu í annað. Hvað já, kannski bara tala svolítið klár og klára prjónagleðispælingar. Hérna eru 2 veifur. Inn á þessari síðu er hægt að fá leiðbeiningar veifur í prjóni og hekli. Þetta eru bæði prjónarveifur og ég hvet alla til þess að gera þess. Er 10 ára afmælishátíð hjá prjónagleðinni núna og þá skreita með svona veifum og það er svo hægt að skila þessu inn á nokkra staði. Ég mun alveg pottþétt prjóna fleiri veifur, þetta er bara mjög fljótlegt, skemmtilegt verkefni og svo verður þetta þrætt upp á band. Þannig að þetta verður þvílík hátíð og svo mikið stemming fyrir prjónagleðinni, allir að fara. Já, en það flip-verkefnið með öllu þessu bleik og græna er pæling hérna. Like a bagga. Danskan mín er ekkert spes, þessi bók er bara dönsku. Þannig að, þú veist, internetið er hans að hjálpa okkur að skilja þessar uppskriftir eða hugmyndir á uppskriftum sem eru frá Lerkebagger. Skemmtilega svona gaman samt að skoða bækurnar hennar því hún er svona smá svona innsýn inn í hennar huga sem er allt öðru sem minn. Sem ég finnst mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Þetta sé hægt að tala um prjónagleðina núna. Veit ekki. Það sem ég er búin að klára sem það síðast er til dæmis þessi parachute vesti sem ég gaf vinkonu minni í 40 afmælisgjöf. Hún er fín kona í doktorsnámi og það er oft að vera með svona kynningar og fyrirlestra og eitthvað. Svo er ég búin að prjóna sokka. Systkinabörnin mín duttu í mínihespurnar frá Uppfit sem ég keypti á Garnival og þau bara röðuðu upp. Við ætlum að fá svona sokka og ég prjónaði þessi sokka. Ég prjónaði 2 par sokkum og ég gerði það á sama tíma en ég var með 4 sokk í einu prjóna. Einhvern tíma gerst þetta áður en langt síðan og það gekk bara vel nema náttúrulega rosalega margir endar því þau vildu náttúrulega hafa þetta röndóttu sokka og þau voru með mjög marga liti og mikla skoðanir en þau eru alsæl með sokkana sem bara gekk og þá líka þau eru systkini og ég hugsaði ef ég ger 1 par
þá ég eftir að gera hitt parið. Þannig ákvað að gera úr öll á sama tíma en við erum tilbúin á sama tíma. Það er svolítið svona metingur á milli systkina, kannastu við það? Þannig að þau eru tilbúnir. Ég var líka að prjóna þessa hérna sokka. Þetta er liturinn Hrafnhildur frá Hex Dyeworks. Keypti það í janúar í Hveragerði hjá henni Ásdísi og þetta er Hexia held ég, þessi fjólubláði sem ég er búin að eiga lengi frá henni með glimmeri. Þannig að hérna eru einu sokkar. Prjónaði þetta í páskafrínu í Bandaríkjunum og svo var ég að klára þessa líka. Þetta var prjónað á KÍ-þingi í síðustu viku. Þetta er Nomatic-jarn sem að Heiða vinkona mín gaf mér og gat með. Og þetta hérna bláa er ekkert spes. Pabbi er búinn að klára eina sokka úr því. Þannig að ég ákvað að setja það bara í stroffið en ekki hérna undir það sem að reynir meira á sokkin. Svaka flott. 2 brá sokkum. Var aldrei á marga sokka. Það er bara þannig. Svo var bara svona, og svo kláraði ég hérna pappasokka. Hann átti afmæli hana 21. mars og hann fekk sokka í afmælisgjöf. Og hann bara svona klappar þeim og segir að þessi spari sokkar til að byrja með og ætla bara að sofa í þeim og svo þorir hann að nota. Hann notar mjög mikið sokka sem ég prjóna. Svo í gær var stór dagur þar sem ég kláraði þessa peysu. Þetta er svona svört bómullar opin hettupeysa á bróðum minn og ég saumaði út mynd í bakið sem er eftir listamannin Tom of Finland og þetta er svona leðurhómapeysa og hún er æði og hann fær hana vonandi í dag. Mamma mín og pabbi, eða mamma okkar og pabbi voru að fara til Noregs þannig að hann var eftir að nota hana, hann er prjónari en þetta var rosa svona þungu fargi af mig létta peysan var tilbúin og ég veit hann mun nota hana mikið. En hún er bara svona, taka langa tíma, þetta var engin uppskrift, þetta var bara ég einhvern veginn í fílu við gatnið þegar mér var gatnið sko hræðilegt þegar ég var búin að prjóna peysuna og var eiginlega miður mín og þá vildi ég ekki sauma í hana, en samt var ég ekki að fara að prjóna aðra peysu því að þetta er í rauninni eina gatnið sem hendar honum. Næst myndi ég kaupa svarta renda hettupeysu og sauma í hana. En ég veit það núna, en hún er tilbúin og mér finnst þetta svona létt. Eftir að hún er tilbúin, sem bara gaman. Þannig að ég held að þetta sé svona bara það sem ég hef klárað. Nei, örksjalið, búið með það líka. Ég kláraði það síðan síðast, ég er að horfa niður í bókina mína. Hún er búin. Gengur vel. Ég er búin að nota það mjög mikið, bara svona brúnt sjálf, mjög ánægð með það. Ég á reyndar alveg ennþá fullt af gatni úr því og úr peysu sem ég prjónaði fyrir áramót, en það fer ekki neitt, sko. Heimagarnið, ég passa það vel og nota. Þannig að, hvað er ég með á prjónunum? Sko, áður en ég fór út í páskafrí, þá kom sólin, smá yfirlýst. Það verður bara verið þannig. Þá fermdi strákur minn, það var svona engaferming hjá Siðmend og það var bara þarna á afmælisdaginn minn, 28. mars sem það var og það var svona, tók svolítið mikið tíma en var ótrúlega fallegur og góður dagur og svo fórum við út til San Francisco og vorum þar páskana vegna þess að draumurinn hjá syni mínum var að fara á NBA-leik með liðinu Golden State Warriors sem við fórum að gera. Þannig að þetta var þvílíkt ævintýri í San Francisco en áður en ég fór út þá langaði mig svo að byrja á sem brokkolísokkum sem ég gerði. Hérna eru semst brokkoli hausinn og svo er bara eitthvað svona andlit sem ég hafi séð fyrir mér að sauma í eftir á. Ég er engin tvíbanda prjóna kona, sko. Ég er ekki góð í því og kannski út af því ég prjónaði aldrei, þá er ekki góð í því og verð ekki góð í því ég prjónaði aldrei, en ég kemst eiginlega ekki í þessu sokka. Þannig að, en ég er búin að prjóna stroffið og mér er stæðilega svolítið leiðilegt. Þannig að ég er að spá í að taka bara upp lekirnar hérna stækka prjónuna ennþá meira. Þetta er 2,25, vanalega prjóna í sokka sko á 2 mm prjóna. Þannig ég er að spá í að reykja upp að stroffinu og setja bara svolítið grófa prjóna, prófa svolítið prjóna hérna brokkolið aftur svolítið gróft. Þetta er ógeðslega fallegt sko. Þetta eru 2 mismunandi græni litir. Prjóna brokkolið aftur
því að svo bara venjulegur sokkur eftir sko. Og það bara þetta hérna brúna tweedgarn. Ég fekk frá Hex einsinni. Þannig að, þú veist, mér langar í þessa brokkolisokka. Ég náttúrulega búin að tala þessa brokkolisokka í marga mánuði. Svo byrjaði og ég held að ég hef bara verið að flýta mér. Og það var ferming og maður fór út og mér langaði að byrja og hafði ég sko hugsað mér að klára tvíbandadæmið og klára svo sokkin úti. Svo endaði ég náttúrulega því að taka þetta ekki eins og með mér út af því að ég komst ekki í þá. Þannig ég prjónaði bara sjal í útlöndum og sokka sem var bara fínt. Þannig að brokkolisokkar eru orðin verkvinnslu en samt að vera rekið upp og halda svo áfram þegar ég stuð. Þannig að svo ég með út að ég var sýningur á hann sokkaparið. Svo vantaði mig verkefni til þess að vera með á leiðinni heim og ég bara prjónaði sokkasnák úr afgangnum. Gæti verið að gera bara fljótlega tá eða þá, nei, hugsa ég bara klári gafnið, gera eina tá, breyti svo sokkapar og svona sokkar nota ég eftir á ísettanhæl. Þetta sem ég sýndi áðan fiskakossahællin sem ég að fara að kenna á námskeiðinu og þetta hérna líka. Þetta Fish Lips Kiss, það sokkur. Það hæll sem að prjóna á sama tíma, ekki svona eftir á. Þannig hérna eitt sokkasnákur. Talað sokkasnáka, þá ég búin að eiga sokkasnák mjög lengi. Ég hef alltaf tekið það með mér á námskeið til þess að sýna hann. Svo var svona skemmtileg umræði síðustu viku regnbogafána og ég hef nú oft sagt hérna að regnbogi sé uppáhaldsliturinn minn. Og ég hef síðustu ár verið forsvari fyrir regnboganefnd í mínum skóla og höldum regnbogahátíð, það 4. regnbogahátíðin sem við höldum 17. maí í mínum skóla. Og fólk á að vera alls konar og fólk á að fara að vera bara það sem þau vilja og það mikilvægt að börnin okkar sjáu regnbogafána og viti að þau séu öruggu umhverfi og ég hef lagt mikið upp það í minni vinnu. Ég vinn líka með ungmennum, það er mikið ungmennum að vinna í leikskóla, þannig að ég náttúrulega bara dró upp sokkasnákinn sem ég var löngu búin að gera og sem átti alltaf að vera sokkar á mig og þeir alltaf að vera sokkar á mig. Þannig hérna nú eitt parið eiginlega tilbúið, það er komið tá og stroff og ég að prjóna hérna fjólubláan hæl og ég með 2 í einu. Það er óþægilegt. Þannig að hérna alveg að vera tilbúið regnbogasokkapar á mig og úr þessu virkar sem þannig að hérna tá. Ég skipti þessu í tvennt, svona, prjóna 1 stroff og 1 tá, svo bara eftir að setja hælana. Þannig að 17. maí á regnbogahátíðinni, þá verður sko regnbogasokkar og bara forever regnbogasokkar, alltaf regnbogi. Svo líka þetta fallega sokka regnboga sem ég keypti í litlu prjónabúðinni. Já. Hvað ég meira með hérna? Það einhverju pokar hérna kringum mig. Hérna prjónarlöggan. Hérna Eddurlilju. Já, hérna ég aðeins byrjuð á regnbogatusku. Það ákveðið regnbogaþema, en það svo sem alltaf regnbogaþema hjá mér. En ég var eitthvað að prjóna vantatuskur, en mér langar frekar að gera svona corner to corner hekl. Heiða vinkonar mjög góð í. Þannig mér langar eiginlega frekar að gera það úr þessu garni. Þannig ég rekk þetta upp og geri það og ef ég er stuðið þá á ég meira gatt sem sýndi ykkur síðast í tuskur. Já, svo ég að prjóna teppið, Year Long Blanket. Þetta er söndru, litur 3. Ég gerði náttúrulega reyn mistök hérna síðast og sagði eitthvað væri mars litur þegar það var febrúar litur. Frá Eddurlilju, þetta er febrúarhespan, hefði kannski bara lesið á meðan og það sé að þetta væri febrúarhespan. En ég var semst að spá í það sem næsta lit, en mér fannst pínu mikið að vera með fjólubláan strax og eftir þessu bleiksprengda, þannig ég notaði hérna Karma frá Dr. Dyeworks. Svo var ég að spá í að setja þennan, sem er svona appelsínugulur, Húbba Búbba frá Systra Brand. Setja svo þennan hérna, græna. Þetta er írskt sokkaband sem Arnar keypti maðurinn minn í fyrra. En þetta er mjög skemmtilegt og kom svolítið óvænt að það er barn á leiðinni í fjölskyldinni, þannig að kannski bara það barn að fá þetta fína teppi. Ég er líka með Eriku sweater, ég byrjaði á henni mjög lítið
tekuð ég líka sýnina, hún er einhvers þar, ég held ég væri með hana hjá mér en hún er bara hérna aðeins lengra. Ég er bara rétt búið með hálsmálið þá byrja á laskóteikningunni. Það gengur vel. Og svo er hérna talandi þetta litla barn. Var ég að panta í morgun hérna meira af þessu Baby Silk Lace frá Uppfit til þess að halda með þessu skát appelsínugulargarni. Ég ætla að gera hérna Selma Sue drakt sleep suit, þannig að Selmas gallan fyrir þetta litla barn sem er á leiðinni. Já. Andaði Magna, þetta liggur ekki svona á, kannski bara fá mér eitt súpa. Heyrðu. Ég sé ekki múin að sýna ykkur allt sem er verk í vinnslu. Jú. Við fórum til San Francisco og í þeirri ferð langaði maður fyrir eina prjónabúð sem heitir Firebird Yarns og er í Hyde hverfinu sem er svona hippa fullt af búðum, ógeðslega skemmtileg, svona indie stemming hverfi. Og ég fór með börnin og mannin og börnin fengu sæti til þess að sitja og þeim var búið nammi og ég Arnar skoðum ég rak strax á þetta hérna, þetta er svona mínihespur sem er búið að vindu 10 grömm og þetta keypti ég fyrir hana önnumöggu vinkonu mína sem er alltaf að prjóna teppi úr svona mínihespum. Þannig ég keypti þetta, gefa önnumöggu. Svo keypti ég þetta regnboga, þetta er svona Moody regnboga sett. Þetta glansi, kannski svolítið mikið á þetta, eða glampi. En það er svona fjólblár, rauður, appelsínugulur, gulur, dökkgrænn, ljósblár og blár, svona Moody regnbogi. Það er svolítið flott. Ég sé fyrir mig sjálf eitthvað svona wrap eða eitthvað. Það er ógeðslega flott. Og svo valdi Arnar þetta, honum fannst þetta svo flott og þetta er handlitagat, þetta er allt handlitagat bara í San Francisco. Þannig að mér finnst gaman og okkur báðum finnst gaman að kaupa gat frá þeim sem eru á staðnum. Þetta er hérna Murky Depths Dye Works og mér finnst þetta eitthvað, þessi græni litur sko. Sjáðu, svona dökkgræn. Þeir verða alls ekki saman sko. En þessi er líka mjög flottur með svona mörgum grænum appelsínum. Þetta verður sokkar þá Arnar og þetta verður eitthvað fallegt. Fallegt fyrir, grænt fyrir mig. Já, það var svona eina gardteinda sem ég keypti mér í Ameríku. Keypti mér eitthvað af fötum og bara átti góðan tíma með unglingunum. Gaman að vera unglingaforeldri. If you know, you know. En það gekk mjög vel og þau eru æðisleg. Fermingadrengurinn okkar rosalega glaður, náttúrulega. Og já, heimagatnið er bara áfram. Ég er alltaf að deila áfram. Þú veist, mér finnst það bara svolítið svona orðið svolítið svona venjan. Fólk segja, þetta eru heimagatni. Og þú veist, aftur eins og þetta verkefni hérna sem ég sýndi ykkur áðan, þú veist, þetta er allt heimagat, keypti ekkert í þetta. Það má svona alveg kaupa gat og hægt að gera bæði, en mér finnst svona margir vera svona fann að líta öðruvísi á það sem þeir eiga heima sem eitthvað svona potential eða svona eitthvað svona sjá eitthvað svona tækifæri í heimagatninu í staðan fyrir að bara, já, sem ekki gat heima, ég má ekki kaupa mér neitt. Það sé kannski alveg svona jákvæðir eða umræða það sem þú átt til heima. Sem ef að það er niðurstaðan þá er ég mjög glöð, en það heldur bara áfram. Ég prjóna bara áfram mjög mikið, ég prjóna líka mikið á sumrin eins og veturnar. Tala ekki mér fyrir smá svona babyprjón sem ég er dásamlegt. Já. Ætli það sé ekki bara allt. Mæli með að horfa á Söndru Karls, hún var að byrja á YouTube og það er á ensku og hún er náttúrulega svo geggjuð í ensku og bara ógeðslega flott og allt sem hún gerir er svo einstakt og ég mæli með að horfa á hérna Söndru Karl, ótrúlega flott hjá henni og hérna auðvitað rosa áhorf og eitthvað því hún er á ensku en ég er ekki alveg komin þangað, kannski einn daginn, en samt ekki. Þetta er pínu orðið líka bara svona eitthvað dagbók fyrir mig sem ég finnst samt svo ofboðslega gaman að sjá þín en að horfa á og ég elska að þið takið mig og ég elska að þið skrifa komment og bara og svo hitta fólk hér og þar bara ég er búin að horfa á YouTube-ið þitt og mér finnst það svo dásamlegt
og ég vona að þessu öll að fylgja mér á Instagram, það Prjónea, setja inn alltaf helsta. Annars langaði mig pínu svona að hafa svona hlutir sem ég elska í lokin. Ég elska að morðkastið komið í mynd, ef það eru áskrift á morðkastinu sem podcast sem voru til í mörg ár. Þær eru komnar í mynd og þær eru svo mannlegar og einstakar og það sem einhvern veginn ég vil svo mikið predika að við erum bara alls konar og þegar sögðum þetta í fyrsta þættinum sem þær voru í mynd, þeir eru alltaf bara búin að vera í hljóði en nú eru í mynd líka, að þú veist það vantar bara fleiri fyrirmyndir af venjulegu fólki. Það allt svo filterað og stíliserað og útpælt, segi ég og rópa, skilji. Við erum bara fólk og mér finnst einhvern veginn við eigum bara að fá að vera það. Og það þarf ekki alltaf að lúkka vel. Og ég tók ekki til, þú veist, ég bara byrjaði að taka upp, þú veist. Ég skilji hvað að meina, það svona, ég held að heimurinn sé að leita meira svona ekta. Hvað ekta? Heldur en einhverju sem, AI generated eða filteraði drasl eða eitthvað svona sem ekki alvörunni og þú veist, ég tek upp og ég ekki að segja þú veist, það heyrist í uppþvottavélinni og ég ropaði á þann og það eru fólk að labba framhjá, þú veist, ég á ekki stúdíó, mér langar ekki í stúdíó, ég bara heima hjá mér, við þurfum meira svona, þú veist, bara svona alvöru og morgkastið alltaf uppáhalds, þær eru svo skemmtilegar og klárar og og já, það svona hluti sem ég elska, mér langaði að tala það svona í lokin og svo það veðrið og vorið, það bara dimmur vetur og erfiður og svo kemur vorið og það eitthvað, það allt betra. Arna náði reisar hjóli mitt í gær í geymslu og vonandi geti kannski bara fara út að hjóla, fyrir pínu eftir hvernig heilsan en það væri dásamlegt, það gefur mér mjög mikið að hjóla. Ég fer ekki hratt og ég fer ekki langt en ég fer, sem nummer 1, 2, 3. Já, svo var eitthvað svona hugsa að hrósa einhverju make-upi sem ég keypti mér í Ameríku en svo sýnist mér allt vera svona einhvern veginn að skilja sig. Það var ekki að hrósa því, djók. Vonandi hafið það gott og gott að sjá okkur, þó ég sé ykkur ekki. Gott að vita að þið séu að horfa. Ég held að vorið og sumarið verða æðislegt. Ég náttúrulega búin að tala mikið prjónagleðina, ég hlakka ógeðslega til. Við erum konar með herbergi og eitthvað. Þannig að já, ég verð nú kannski búin að taka upp fyrir prjónagleðina, en hver veit, það þýðir ekkert ákveðið fyrirfram. Tíminn bara líður og það langbest að taka svona upp þegar maður langar til þess. Ok, sjáumst á Instagram, ég alltaf þar og ef það eitthvað þá bara sendið á mig. Hafið það gott.